Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Við erum að fara af stað og hann mættur fyrstur sem að hyggst nú leiða þetta eins og í öll hinn skiptin og hann boðar til og hann stendur við. En síðan bara koma þeir sem koma vilja og hann hlutast ekki til það. En gleðst auðvitað yfir hverjum sem mætir því að hann veit að ferðin mun gera viðkomandi gott, bæta svolítið undirstöðurnar, gera trúna eilítið eldari en hún var og hann veit, ég veit það og þú líklega líka, að er gott fyrir mína trú. Í skut situr höfundur trúarinnar sem veit allt trú og hvað trú og hvað hún geti fyrir mann gert og þetta vill hann efla og gerir með þeirri aðferð sem hann setti fram sem fræðsla trú. Fræðslan þannig framsett að þú tekur við henni eða þú tekur ekki við henni, notar hana eða notar hana ekki, hæði staðinni eða vilt taka hana alvarlega því að þú hefur reynt, þú hefur öll skilyrði til að reyna og meðtaka og segja að þetta sé það sem þú viljir sjálfur og sjálf. Svona nú Guð, svona nú Drottinn. Aldrei nein þvingun frá honum. Hún ekki til, hún óþekkt hugtak í hans hugsun. Aftur sjáum við hvað maður í raun rosalega ólíkur Guði að þessu leyti. Því hann vill að við bara undirgöngust sig, hlýðum sér, förum eftir því sem maður segir, punktur og eftir. Við erum ekki alltaf mjög tillitsamt fólk í garð annarra mann og kvenna. Okkur finnst að okkur vegið sé okkur ekki alltaf hlýtt og menn gangi bara þann veg sem þeir vilja og velja sjálfur. Drottinn hlutast ekki til veginn sem ég geng, en hann veit að sumir vegir eru ekkert að leiða til neins góðs. Það afleggjari af öllum vegum, segjum kannski frá einum stað, og þessi eini vegur, hann harla góður, við skulum bara kalla hann mjóa veginn, en allar afreinarnar frá honum, hvert leiða það Við kennum, Drottinn staðfestir að vegurinn til lífsins í einn. Þannig að þessar afreinar frá honum eru ekki Guðs vilji, en einhverja hluta vegna fá að vera þar. Og hver aðrein fyrir frárein, á þessum vegi gæti verið einhverjum freisting. Kannski mér og líklega mér allavega einhvað af þeim. En Drottinn, hann veit af þessu og að þetta gæti mögulega orðið freisting og hann hefur eina mótvægið við það allt saman. Það að vera sjálfur það sem hann segist vera og hvað segir orðið hann vera? Kærleika, elsku, hlýju, vin. Hann keppir eftir því að vera þetta
því að sjálfur mun enginn hafa höngt upp á bakið á honum og sagt og sannað að þarna hafi Drottinn nú ekki staðið sig. Annað þó við höfum marg oft haldið þessu fram og meira að segja trúað í vitleysu okkar að sé. En hann kemur inn í þetta allt með alveg þvílíkum magni af kennslu og fróðleik, sett hann fram að snerti hjartað, hreyfi við trúnni og í hverri ræðu sem Drottinn flytur, því hann svo magnaður sjálfur, verður einhver snefill eftir og þessi snefill sem eftir varð gerir að verkum að trúin hefur styrkt eilítið og allar þessar styrkingar trúarinnar sem komnar eru miða allar við það og margt annað þetta að þessar fráreinar af mjóaveginum þær sé ekki lengur að trufla göngu okkar með Kristi því að Kristur á mjóaveginum. Breiðstrætið tekur við af þessum fráreinum og þessar fráreinar enda allar þar og þar stræti breitt og vítti veggja og hátti lofs og allur gauragangurinn sem við segjum að heimurinn sé haldinn. Drottinn segir, og við tökum undir það, að þessi heimur, þetta breiðstræti, sé fallið. Að vilja sækja í fallið, eitthvað sem fallið, þetta ekki hyggilegt. Nefnilega margt sem við, þetta ágæta fólk gerum, ekki alltaf mjög hyggilegt. En samt erum við að framkvæma það og okkur langar til að fara í það. Það heitir á máli trúarinnar freisting, því að trúin komin, það ekki freisting nema því að það trú að baki og freistarinn kemur og hann að gylla þessa frárein og hinna. En Drottinn segir, allar þessar fráreinar frá mjóaveginum, það liggja yfir á breiðstrætið. Þar heimurinn í öllu sínu veldi, kæri vinur. Þar allur skarkalinn og gauragangurinn og ofbeldið og þjófnaðurinn og legarnar og ég veit ekki hvað og hvað. Það allt þar. Frá þessu í raun og veru var Drottinn að frelsa okkur, en setur mig á sinn veg, ekki allslausan, aldeilis ekki þannig, heldur fylltur heilugum anda og fylltur trú sem æpir á það að fá að starfa, fá að nærast, fá að fræðast og eftir fræða hann og hana sem á þessa trú. Ég á mína trú, þú átt þína trú. Mér sem manneskja og einstaklingi ber að fóðra mína trú og ég veit með hvaða efnum ég fóðra mína trú og næri, það heitir Guðs orð. Og það meira, allt hitt sem Drottinn á þessari jörð og hvað það? Söfnuðurinn, kirkjan, vilji Guðs og allt hitt. Þetta ekki heiminum. Þannig að þar eitthvað af þessum fráreinum frá af mjóaveginum, vorum við að tala það rétt áðan, að allar þessar fráreinar liggja yfir á breiðstrætið. En það fallið. Það glundroðin. Það skipulagsleysið. Það allt þetta ráðaleysi. Það allur þessi ótti. Því miður og það hræðilegt að sjá það að þetta COVID-dæmi hefur skellt marga. Og margir tala í ótta þennan vágest
En svo Guði fyrir að þakka. Allavega við þetta trúaða fólk erum ekki mikið að velta okkur upp úr þessum vágesti. En við vitum alveg að við erum jafn berskjöldu fyrir honum eins og allir aðri menn. En Drottinn gefur okkur hygni, hann gefur okkur árvekni og við segjum, ok, þetta staðan, þetta skal ekki hafa áhrif á mig, ég skal halda mínu góða verki áfram í Jesú nafni, en ég skal gæta mín á því að gera það sem að ég veit að er rétt og á að gera, sem að fara eftir þessum leiðbeiningum sem þetta ágæta fólk sem hefur stýrt og leitt í þessu máli að gefa. Það skal ég gera. Og það ger ég. Og eftir þessu fer ég. Það kemur, þegar ég hugsa þetta, þá kemur alltaf sama mynd upp í huga minn. Við munum eftir því þegar að Egyptar eða Móse var að eiga við konung Egyptana að fá þjóðina leysta undan þrælsokinu sem Egyptar voru búin að binda þá með í aldir. Og birtingamyndi sem Drottinn var að sýna þessum harða Egypta, konungi landsins, Faró, voru alls konar. Allt í einu bara spratt upp eitthvað sem enginn átti von á. Engi sprettu faraldur slíkur að bara það sást ekki til sólar kannski dögum saman vegna engi spretna. Höllin, hún var full alveg upp í loft af þessum engi sprettum. Og þetta var til þess að hann gaf sig, þessi ágæti konungur segir það bara, og sjálfsagt hefur flugna þetta skordýradæmi horfið, og þeir voru að búa sig undir það að fara jafnvel Egyptarnir, gyðingarnir, en þá herti hann alltaf upp hjarta sitt. Svo þegar að koma brott var á stund, þá bara stóð herinnvæðinu minn fyrir fram á þessi, þið farið ekki neitt. Og Móse fekk fyrirmæli að frá Guði, því hann var með í þessu öllu og yfir þessu öllu sjálfsagt, og pottjett, og að gera þetta. Og eitt af því, mér minnið að það hafi nú verið loka senan í þessu máli, var að það átti engill dauðans að fara yfir svæðið og taka öll unga börn upp að ákveðnum aldri og deyða þau. En fyrirmæli sem Drottinn gefur Móse til sinnamanna þjóðar sinnar rjóðiði blóði á dyrastafi húsa ykkar. Og þá, þegar engillinn þessi kemur, sér hann blóðið á dyrastöfunum og veit að þarna býr Guðs fólk og hann fer framjá. Og ég hef stundum fengið upp þau og það gerðist, þau sluppu alveg þeir sem að settu þetta blóð á dyrastafinu hjá sér, og ég rekna nú með því að hvert mannsbarn af gyðinga ættum hafi gert þetta. Það getur vel verið að hafi verið ykkur þrjóskuhaus þarna inn á milli sem ekki vildi gera þetta, og þá hefur hann bara fengið það sam og hinir, að hann hefur mist þá sín börn, væruðu undir ákveðnum aldri, sem ég rekna ekki með að hafi verið, og ég held að tali nú ekkert það. En sem sagt, blessaði kallarnir, Egyptarnir, þeir missa öll sín börn, bara á einni nóttu. En gyðingarnir sem fengu fyrirmæli gerðu það. Og þessi mynd hefur komið upp þegar menn fóru að tala hvernig við ættum að hegða okkur. Verða þessa fjarlægða mörk, vera með þrifnaðin í lagi, spritta hendur og allt saman þetta. Og ég tengdi þetta hinn og ég bara, ég skal bara gera þetta. Og gera þetta enn, því að þetta ekki ennum garð gengið. Þetta fyrir mér að breyta hyggilega. Ég hefði getað sett upp þrjóskusveipinn minn og farið út í þrjóskuna og bara aldeilis ekki ætlað að hlýða þessu. Menn hafa nú svo sem gert það. Það nú til saga af
safnaðar formanni sem að gerði þetta nú, allan aldeilis bara brjóta þetta af sér og hann bara tók hring í mitt í faraldrinum og eftir mánuð þá var blessaður kallinn farinn. Þannig að við bjóðum þessu ekkert byrgin. En þetta allt saman í gangi og það eru til leiðir sem ég vil hvetja menn til að fara. Þetta eru mjög einfaldar leiðir. Þetta svo vel hægt að framkvæma þetta. Þannig að við eigum ekki og ættum ekki að gera neitt lítið úr því sem í gangi. Ég hygg nú reyndar að færri geri það. En einhver tíman sjálfsagt til að byrja með fannst mönnum þetta nú vera full strangt allt saman, en ég held að flestir séu nú komnir inn á það að það hafi ekki verið. En ég elskuðu vinir, ekki láta óttan gleypa ykkur vegna COVID. COVID staðreynd, það förum miklu frekar eftir því sem sagt og vinnum eftir þeim áætlunum sem gefnar eru út og trúum því að þetta séu leiðir sem séu færar. Þannig að við erum að fá leiðbeiningar fram og tilbaka það sem betra að gera, en eins og alltaf áður snýr þetta að mér að gera þetta. Og hvað viskulegt að gera í þessu máli? Við höfum ekkert annað en ráð þessara færu manna. Og þessi ráð sem þessi færu menn að gefa byggja á niðurstöðum rannsókna. Þetta ekki bara orð út úr þeirra munni með ekkert á bakvið sig. Þetta eru niðurstöður. Viðurkenndra stofnana sem að fást við svona þætti. Og hver ég að efast eitthvað þetta? Hver ég að belgja mig út og segja að þetta sé eitthvað nýjum öðruvísi? Hvað hef ég fyrir mér? Ég hef ekkert nema bara mín eigin orð. Þetta líka það að bera virðingu fyrir verkum annara og trúa því að menn í það minnst inn á milli ráði öðrum heilt með þess sem þeir segja. Við vorum að tala drottinn og við erum að kenna orð drottins og við segjum það sem að drottin hefur mál að segja að ráða fólki heilt. Og við segjum meira, við lofum fólki því árangri farið eftir vilja Guðs. Hverjum sem það fer eftir orði Guðs, nær árangri í hverju sem það tekur sig fyrir hendur, því að drottin segir sjálfur á einu stað, ég með yður í öllu sem þið takið yður fyrir hendur. Ég man alltaf eftir því þegar ég fekk þetta fyrst, hvað mér fannst þetta að vera hressandi orð. Tekið fyrir hendur, segir drottin, allt sem þið takið fyrir hendur. Þetta eru hans orð, allt. Þess vegna hann að byggja upp trúna, þess vegna hann að fá mig til þess að meðtaka orðið, því að það sem ég geri með meira af orði í mér og meiri hlýðni við vilja Guðs, vilji Guðs í verki. Og svo getur farið að allt sem ég að gera bara vilji Guðs. Ef við sjáum þetta að hann ekkert að tala einhverja syndug verk, hann ekkert með því og við vitum að hann tekur engan þátt í synd, hvorki minni né þinni, bara aldeilis ekki. Þannig það ekkert verið að tala neitt hana. Og hann dælir út kennslu í þeirri trú að eftir verði einhvað sem byggir upp mannin og bætir ofan á þekkingu sem fyrir og gerir mannesku, hvort sem maður eða kona, að öflugri trúari mannesku sem staðráðin í að fara bara mjóaveginn, veit af afreinunum og segir við sjálfan sig, þær eru ófærar því að þær liggja allar yfir á breiðstrætið, þar sem að spillingin öll í öllu sínu veldi og ég vil ekki eiga neitt við það.
Ég ætla bara að fara þennan veg, ég ætla að halda í hönd Drottins, ég ætla að hlusta á það sem hann hefur að segja, ég ætla að fara eftir því sem hann segir og gera vilja hans, líka í dag. Og þannig er það nú líka mínir kæru vinir, að dagurinn í dag er málið. Það sem að baki er, þú getur ekkert upplifað þannig aftur. Þú getur ekki tosað einhvað og fortinu setta fyrir fram að þig og sagt, já, þetta er verkið mitt í dag. Þetta er gert verk. Það er afgreitt. En það er að baki. Það er í minningunni. En þú getur ekkert kallað það fram, tosað það fram og setta bara eins og væri núna. Það gerum við ekki. Það er nýtt í dag. Það eru nýjar áskoranir í dag. Og sumar fyrir suma áskoranir sem þeir hafa aldrei staðið andspænis áður en gera núna. Af hverju? Af því að Drottinn í trúnni er óþrjótandi brunnur. Endalaust uppspretta, endalaust af ykkur nýju og nýju, fallegu og fersku og áhugaverðu. Af hverju? Að því hann vill að ég og þú við eigum til spenning í okkur vegna trúargöngunar okkar á þessum mjóa vegi. Og fráreinarnar, allar jafnmargar og þær eru, við sjáum þær í gjörðið. Og ef við sjáum þær, þá freista þær okkur á engan hátt lengur. Er þetta hægt? Trúin er öflug. Þetta er hægt. Við sjáum að við þurfum að efla okkar trú. Og við vitum að við þurfum að nota orðið til þess að efla okkar trú og hún eflist af því sem við erum að gera í Jesú nafni. Við vorum áðan að taka mynd af blóðinu sem að gyðingarnir fengu fyrirmæli frá Móse, frá Guði, að rjóða á dyrastafina og þá myndi þeirra börn, þá myndi engill dauða sem átti að taka börn gyðingar, börn Egyptana, hlífa þeim. Og ég setti þetta saman við hitt dæmi sem ég var að tala en jú, ég held ég megi það alveg. Að einhvern veginn þegar ég fór eða þetta bara kom til mín þegar þessi umræða var í gangi á sínu tíma þegar við vorum að byrja í þessari vitleysu, COVID-vitleysu. En hún er víst engin vitleysa, hún er bara Þannig ég tek þau orð tilbaka. Það kom svona tenging til mín og ég held ég megi alveg nota þessa tengingu. En gyðingarnir hlýddu því sem Móse sagði og sluppu allir. Og þeir fóru út í eyðimörkina. Og þeir fóru að Dauðahafinu, var ekki? Það var ekki Dauðahafið. Og Móse greið var látið halda á einhverju priki og hann átti bara að halda þangað til að hafið klofnaði og hann var náttúrulega bara manneskja og hann fékk hjálp. Það kom einhverjur hérna og lyfti undir hendina á honum því að hún náttúrulega vildi síga þegar bara tímarnir liðu. En það var það ekki vegna þess að þeir komu þarna undir og hjálpuðu. Svo allt í einu gerist undrið, gerist kraftaverki að hafið skiptir sér. Hvað gerist þarna? Hvað erum við að horfa á þar? Eitt, trú. Það var þess að trú Móse og trú hinna sem klauf hafið. Skiptið í tvennt. Og það myndaðist bara þurr farvegur yfir til hins bakkans og miklir og háir vassveggirnir til sitt hvora handar.
Einhverjum hefur alveg örugglega hrosið hugur þegar hann fór þessa leið. Og ábyggilega hafa margur maður flýtt sér eins og hann gat í gegnum þetta. Því að þetta getur ekki hafa verið mjög árennileg sjón að sjá þessa veggi, vassveggi þarna hangandi, með engum stóðum. En það voru auðvitað stóðir því að drottins var þarna. Þannig að það má alveg búast við því að menn hafa nú flýtt sér heldur betur í gegn og það var náttúrulega bara gott því að þá bara gekk ferðin hraðar. En þetta var af trú, takið eftir því. Og Egyptarnir, þeir eru eftir þeim og þeir eru svo villtir og trilltir að þeir fara á milli þessara vassveggja en þar var engin trú, væni minn. Og hvað gerðist þá? Veggirnir skullu saman. Það var trú fólksins sem hélt þessu aðskildu. Hefði þessir ágætu menn haft trú, þá hefði þetta haldist, en þá hefði þeir auðvitað ekkert verið á eftir þeim. Þá varu þeir bara samherjar og vinir gyðingana, en það var ekki. Þannig að Faró, hann missir allan herinn sinn. Hann fór ekki sjálfur út af stað, en hann horfir bara á þessu andartæki á allan herinn sinn hverfa. Hvað var hann stór? 1000 manna líklega. En gyðingarnir, fyrir sína trú, komust heilir á höldnu, ekki einu sinni votir í fæturnar, þeir komu á hinn bakkan. Svona Guð. Hann klífur haf og höf fyrir mig og þig. Hann skilar okkur á leiðar enda, ekki einu sinni votir í fæturnar. Og því þó heldur fyrir nafnið Jesú Krist sem hann gaf prívat sem nafnið sem myndi frelsa líð sinn á jörðinni og hvern einasta mann sem vildi taka við þessu nafni. Og það boðskapurinn með allir þessari fræðslu, það sem sagt að við áréttum þetta nafn Jesús og segjum við fólk, þú sem einstaklingur þarft að játa það. Og þá færð þú alla þessa kennslu sem að til í orði Guðs, bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu og til að mynda þessa sögu þegar hafið klofnaði og menn gengu þurrufótum yfir á þess að vökna í fæturnar, svo kom vantrúin, Egyptarnir, og þá bara hurfu þeir í vatnið. Fyrir mér þetta alveg skýrmynd af trú og svo vantrú. Og hvað vantrúin getur ekki neitt, en trúin getur allt. Það ómögulega vefst ekki fyrir trúnni og við sjáum það með vatni sem skiptir sér. Vatn skiptir sér ekki, en það gerði það þarna. Og af hverju? Að því trúin sem bjó í hjörtum þessar ágætu mann og kvenna, gyðingana, tengdist lifandi Guði og honum ekkert megn. Hann skóp úr engu heiminn, mundu eftir því. Þegar hann byrjaði þá var hér ekkert, en svo skóp hann heiminn og gerði allt sem þar og við tölum enn undrið sem þessi sköpun í raun og veru og það ekki til svo manneskja hversu vantrúð sem hún sem inn á milli heillast ekki af þessum verkum sem að augun sína. Heillast af því. Hún kannski tengir ekki drottin við það, en hún heillast af því. Það eitthvað sem kveiknar. En við segjum, takk Jesús fyrir þetta. Og að því að við segjum, takk Jesús fyrir þetta, ber okkur að koma því svo til vegar að fleiri segi, takk Jesús fyrir þetta.
Það er skylda á okkur. Og við boðum. Við tökum fram orðið. Við lesum í orðinu. Við tölum út frá orðinu. Því að það er skylduverkið okkar. Sem sumir eru áhugasamar en aðrir við að setja fram. Akkur eru sumir áhugasamar en aðrir við að setja orð Guðs fram? Ég bara hef ekki hugmynd um það, en ég veit að svona er þetta. Ég veit að sumir eru brennandi í trunni og sem betur fer þá þekki ég nú nokkra svona brennandi menn og konur í trunni, en ég þekki líka suma sem eru með hangandi hendi við þetta. Maður hefur aldrei vita svona nákvæmlega hvar stæðu í trunni. En það er ekki mitt áhyggjuefni. Og ég geri það sem að Drottinn vill að ég geri, að hvetja mann og konu til þess að stíga fram. Sjá Drottinn sem þennan kraft og þetta afl, og Drottinn var að benda okkur á hafið sem klofnaði, rétt í þessu. Hann var að benda okkur á blóðið sem roðið var á dyrastafina til þess að eyðandinn færi hjá. Og hann virti þetta blóð á dyrastafinu og hann vissi að þarna átti hann ekkert að koma neitt við. En takk eftir því, þeir gerðu þetta í trú. Þeir voru vissir um það að ef þeir gerðu þetta þá myndu þeir sleppa og þeir sluppu. Egyptarnir hefðu ekki hugmynd um þessi skilaboð og hefðu sjálfsagt ekkert gert með þau. Og þeir mistu sína frumburði, blessuðu kallarnir, að blessa fólkið. Og það var mikil sorg í þessu landi, eins og nærri má geta. Þegar þetta var þráttur allt bara fólk, tilfinningafólk, þó að Egyptarnir og stjórnendur landsins væri harðir í hjarta, að þá voru þau nú bara fólk þráttur allt. Og Faró kom til Móse og bað hann um að biðja fyrir barninu sínu, sem þá var, í andarslitrunum eða dá, ég man ekki hvort það, og eins og mig minnir að þá hafa hann ekki viljað það, Móse. Hann hafi neitað honum þessa bæn. En það hefði sjálfsagt ekkert breytt hvort þið neinu því að Drottinn var búinn að tala. Hann var búinn að segja eyðandanum að fara yfir og hann átti að gera þetta verk nema hjá þeim sem voru með blóðið á dyratrénu. Það voru fyrirmæli frá Drottni að sleppa þeim. Þannig að þeir aftur koma algjörlega áskataði frá þessum faraldri sem má segja hafi gengið að nefir, því að dauðinn er náttúrulega bara faraldur. Talan um þegar hann tínir öll unga börn úr samfélaginu, eins og gerðist þarna. Og svo er það spurningi sem eftir stendur, hvað viljum við? Viljum við Jesú Krist sem segist vernda okkur og verja okkur, sem segist byggja upp trúna þannig að hún verði öflug og við sem einstaklingar göngum öflugi fram í okkar trú, eða viljum við það ekki? Að ganga fram í öflugri trú er að vinnu þeirri sem þú lagt á þig með Jesú, undir afli orðsins. Þetta er ekki af þessu fyrirhafnalaust, bara aldeilis ekki. Hefur ekki verið og verður heldur ekki í komandi framtíð. En þetta byggir upp sálina, þetta byggir upp andan. Þetta setur okkur á stað sem heitir trú og klett sem er klettir aldana, Jesús Kristur. Og hann segir sjálfur að ekkert muni hagga þessum kletti. Og við sjáum kirkjuna eftir 2000 ára veru í þessum darradansi sem heimurinn er, sem hefur frá fyrsta degi komið í gegninni. Og hvað sjáum við? Við sjáum glæsileika, við sjáum fegurð. Við sjáum menn og konur starfandi þarna inni í krafti andans. Sumir sjá þetta ekki, sumir reyndar sjá ekki neitt. Og það er erfitt við þetta að eiga. En við sem eigum til þess að trú og trúum því að kirkja sé að gera rétt, sjáum þetta. Og við efustum ekki. Og allra síst lifandi Guð, Jesú Krist, að hann sé neitt annað en upprisinn.
Þannig að við höldum í þessa von, við látum hann ekki fara frá okkur, við látum engan taka hana af okkur. Svo einkennilegt sem það er, þá er til fólk sem vill taka þetta af okkur. Af hverju? Því eru þetta vorkunn, það veit ekki hvað það er að tala. Og þegar við segjum svona, þá getum við munað eftir orðum drottins á krossinum. Faðir, fyrirgef þeim því að þeir viti ekki hvað þeir gjöra. Það er einmitt það sem skeður að fólk sem vill taka þetta frá okkur veit ekki hvað það er að gjöra. Það vill taka það frá okkur sem leiðir okkur inn í lífið eilífa. Í stað þess að sækjast eftir þessu sjálf vill að taka þetta frá öðrum. Og það er ekki af illgirnir gert. Það geti sagt hverjum sem er. Það veit ekki betur. Og sjáuð ábyrgðina sem að stendur á mér hvað þetta varðar. Er það ekki mitt, segðu þetta með mér, er það ekki mitt að koma skilaboðunum til skila? Það er leið, segjum við. Og þessi leið er Jesús. Hve oft hefur heyrt þessi skilaboð? Sennilega síðan hún frelsaðist. Og þú ert að heyra hann í enn eitt skiptið. Og þú segir, ég er ekki búin að fá nóg af þessum boðskap. Af því að hjartað þitt, það gleypir það í sig. Trúar hjartað þitt, gleypir það í sig og biður meira. Það hefur ekki fengið nóg. Þess vegna þurfum við að vera í andanum, vera í trúnni okkar, leyfa Drottni að vera það sem hann er fyrir okkur. Og ef hann er eitthvað fyrir okkur, þá sækistu við í að vera það sem hann er. Og hvað er hann? Verið í mér, þá er ég í yður, segir Drottinn. Hann er hér. Það er nú ekki lengra að sækja hann en þetta. En samt segja sumir, ég bara finn ekki fyrir Drottni. Það er svo margt sem við segjum, en hann er hér. Bara leyfðu honum að bæra á sér í þér. Við þurfum að læra á þessa leið. Og þá kemur til kennslan, sem að sumir eru duglegri við að afla sér en aðrir. Og þeir sem eru duglegri að afla sér kennslu eru mennirnir sem vaksa og konurnar. Og það er ekkert manngreinar álit. Sá sem leggur sig fram, hann líka uppsker. Sá sem sá hann uppsker. Og þegar þú ert að sækja þér fræðslu, þá er þetta sá í vonum uppskeru og það kemur uppskera. Við vitum að af sáðkorni kemur uppskera og við erum að sá góðu sáðkorni og við vitum að það kemur góð uppskera. Það getur ekkert komin eitt annað en góð uppskera. Við höfum fengið marga alveg frábæra uppskeruna af öllu þessu góða sæði sem við höfum sáð, sem er kennslan í orði Guðs. Hún er gott frækorn. Og svo koma verkin af þessu góða frækorni sem að bætir betur og þú vext í þinni trú, búin að sjá svo lítið meira en þú hingað til séð og veist aðeins meira, hefur aðeins betri skilning á hvernig Drottinn vinnur. Og það er akkur í slíku fyrir hvort sem er mig eða þig. Þannig það er alltaf akkur í því að gefa Drottni meiri tíma en minni tíma. Að gefa Drottni einhvern tíma daglega er frábært. Er frábært. Og þú sem að slíkt gerir hefur alla burði til þess að verða fróðari í Kristi, ekki miðað við annað, það skiptir engu máli, en verið fróðari í Kristi og átt til trú sem er alvöru trú. Af skilningnum, af réttum skilningi.
Það er einmitt það sem Drottinn vill að þú hafir, réttan skilning. Við töluðum áðan hafið sem klofnaði og við sögum það að það hafi verið að trú fólksins. Erum við ekki saman það? Hygg það. Og þeir fara yfir, blotnuðu ekki lappirnar, svo kemur brjálaður Egyptalands her á hrossum sínum, fögurum fákum og það lokaðist allt. Það var engin trú þar. Það var engin trú þar til þess að halda veggjónum í sundur. Og hvað gerðist? Eðli sínu samkvæmt á lokuðust þeir, þá skullu þeir saman. Þeir gátu ekkert annað. Bara Drottinn gerir svona. Bara Drottinn byggir upp trú sem fær að gera svona, sé það planið hans að menn geri og noti og sjáu. Svo fyrir utan það hann að bjarga fólki. Hann var að bjarga eða koma fólkinu sínu fyrir í landinu helga sem hann var búin að segja við Abraham að hann myndi gefa niðjum hans. Og þetta voru niðjar Abraham og þeir voru að fá landið sem að hann fekk fyrirheit Hvaða langur tími þarna á milli? Kannski einhver 1000 ára, ég veit ekki hvað. En það allavega gerðist ekki daginn eftir að Abraham fór. Það liði langur tími. En allur tími hjá Drottni afstæður og það kennir Biblían. Og það, með þessa vissu, setur þetta allt saman í allt annað horf hjá okkur. En þetta skeiði, Abraham fékk fyrirheit og þeir fengu fyrirheitna landið. Og það var ekki átakalaust. Það sjáum við ef við kynnum okkur þessa sögu. En ekki komin einhver tími á þetta, ég held það, og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og veit að fram sett gott efni sem að vekur til umhugsunar og gleður hjarta og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að því að við bæði og báðir ætlum að biðja fyrir þessu verkefni. Amen.